Já, við ætlum að ræða eins fjárfestingar Kínverja. Sumir sjá í Kínverjum upprennandi heimsveldi sem að víl ekki fyrir sér að kaupa upp, allt sem að lönd og verksmiðjur og allt mögulegt í heiminum. Það var reyndar talað Japan á svipaðan hátt þegar japanska hagkerfið flaug sem hæst á svona upp úr 1980, þá keyptu þeir mikið og menn voru hálf smeykir það, en það er spurningin, Sigrún Davíðsdóttir, þú ert búin að vera að skoða þetta fjárfestingar Kínverja og ekki síður hvaða stefna er gagnvart Kínverjum í Evrópu. Já, það er alveg rétt sem þú nefndir. Það er þarna hliðstæð við Japan og það land fór ekki alveg á það flug sem búist var við og spurning hvernig fer með Kína, en þeir hafa allavega stórar hugmyndir hvað þeir vilji og hafa nefnt það mjög vel niður fyrir sér. Og sama er með Evrópusambandi. Þeir hafa verið að reyna að móta sína stefnu gagnvart Kína og hafa þá lagt áherslu á að það sé eitthvað gagnkvæmi, að það sem að kínversk fyrirtæki geti fengið að gera í Evrópu, það geti þá evrópsk fyrirtæki fengið með sama hætti í Kína. En kreppan undanfarið hefur sett dálítið strik í reikninginn, því það eru ýmis lönd í Evrópu og ekki síst horft mitt á jaðarinn sem að hafa mikla þörf fyrir peninga og mega þá kannski ekki vera því endilega að tala mikið við ESB og vilja frekar semja beint við Kína. Þannig að Kína er að komast inn í lönd eins og Spán og Grikkland og þessi jaðarlönd sem hafa átt í erfiðleikum. Já, Kína hefur greinilega mikinn áhuga á Spáni, Ítalíu, Portúgal og Grikklandi og það eru sem sagt þessi 4 lönd þangað fara núna 30% þriðjungur af kínverskum fjárfestingum og viðskiptasamningum í Evrópu. En á það hefur náttúrulega verið bent að hér bara alveg fram á þennan dag hafa Kínverjar ekkert fjárfest mikið erlendis. Nei, og ef þú tekur heildartöluna þá er hún ekkert mjög há og svona á heimsvísu og eins í samhengi við kínverska hagkerfið. Þetta er alls ekkert stóra tölur en þær hafa farið hraðhækkandi núna undanfarið, þannig að það er svona spurning hvort að það sé ekki að verða breyting þarna á. En þetta er náttúrulega spurningi líka þessa gagnkvæmni og þegar er verið að semja eins og Ísland hefur nú verið að semja fríverslun við Kína og það hefur ekki gengið og það eru náttúrulega ýmsar hindranir varðandi það hvað Kínverjar eru til í að leyfa fólki í ríkinu hjá sér og síðan náttúrulega varðandi það hvernig framleiðsluhættir eru þar og viðskipti og svo erum við með kommunistaflokkin og mannréttindi. Já, þetta er þessi stór pakki sem að menn eru að skoða og virða fyrir sér og sem að má segja frekar frábrugðið því sem verður vön í Evrópu. En hvað með Ísland, Íslandsvininn, fjallaskáldið eins og ég kallaði hann jafnvel, Huang. Hvað eru þeir að vilja hjá okkur? Við náttúrulega höfum bara þeirra orð fyrir því og þeir hafa semst áhuga á því að byggja upp að þér verðist frekar stórbrotin ferðamanna iðnað. En það sem er athyglisvert er nákvæmlega sá vandi sem að er í því að fá upplýsingar til dæmis hans fyrirtæki Zhongkong Group. Þetta er alveg það sama og blasir við með svo mörg önnur kínversk fyrirtæki. Það er svo erfitt að komast að einhverju niðurstöðum það hvað þetta fyrirtæki sé eiginlega að gera og einmitt núna helgina hef ég verið að skoða hvað þeir eru að gera í Bandaríkjunum og þar eru sem sagt fjárfestingar í gangi og þeir eru eiga eignir þar og það er nú ekkert svona mjög stórbrotið en það gengur mikið út á að nokkurs konar, ferðaskrifstofurekstur en síðan eiga þeir líka fasteignir en þetta er ekki stórbrotið með nokkrum hætti. Nei, en manni finnst þessi plön vera svo, nánast fjarstæðukennd? Þau líta þetta mjög fjarstæðukennd út frá íslensku sjónarhorni og líka því að við þekkjum auðvitað vel þetta landsvæði og vitum hvað það býður upp á og hvað það býður ekki upp á og hreinlega bara torveldu veður, þannig að það er kannski líka það sem að hefur vakið spurningar. En við höfum, það er búið að tala mikið Kína hérna og ekki síst eftir kreppuna en við, eru Íslendingar með einhverja stefnu í þessum málum?
Það eiginlega það sem er áhugavert sko séð erlendis frá. Það þessi spurning, einhver stefna? Og það vekur mikla athygli erlendis, það sem þessi kínversku umsvif og komið örugglega Tongkun fyrirtækinu mjög óvart og þeirra eigendum, hvað þetta vakti mikla athygli. Hluti af því stafar af því að það hver það sem að talar fyrir hönd Íslands þegar verið að ræða þessu málefni. Erlendir fjölmiðlar snúa sér til forsetans og fá greið svör frá honum. Og þá því slegið upp sem íslensku stefnu. Það vefst fyrir erlendum fjölmiðlum að átta sig á stjórnarfarslegri stöðu forseta Íslands. Þannig að það sem að mótar myndina erlendis íslenska utanríkisstefnu mjög mikið nákvæmlega það sem forsetinn talar Það heyrist ekki mikið í öðrum. Og mér svona til efs að það sé sérlega markviss stefna í gangi og ég veit reyndar ekki hvenar íslensk utanríkisstefna hefur verið neitt sérlega skýr. Ég hef talað vindhannastefnu. Þetta svona eftir því hvaðan vindurinn blæs og núna kannski eftir því hvaðan peningarnir berast. Já, þetta náttúrulega athyglisvert að Ólafur Ragnar hefur sko umgengist fleiri sendinefndir frá Kína síðustu árin en samanlagt frá allri Evrópu nánast. Já, það segir þetta heilmikla sögu hans persónlegu áhuga á þessu svæði og það aftur þegar að þessum upplýsingum slegið upp erlendis að þá hefur það ákveðna mynd af því hvar Ísland skipar sér og hvar áhugi Íslands liggur þó að það svo aftur stangist algjörlega á við það hverjar okkar stærstu viðskiptaþjóðir. Sigrún, þakka þér kærlega fyrir spjallið.